Góðan og blessaðan daginn. Nú er komið að því. Fyrsti hringur ársins á Íslandi fyrir mig, Birgir Björn. Ég er mættur hérna út á fyrsta teig á Sveinkotsvelli. En ég sé það með því að ég er náttúrulega búinn að horfa á fyrstu 2 myndböndin. Og ég sé hérna að tekur á móti mér skilti á fyrsta teig. Þess að stendur þarna 1/10. Það þýðir bara þetta er fyrsta holan. Og ef ég spila síðan heilan hring hérna á Sveinkotsvelli, allar 9 holunar, þá myndi ég fara aftur á fyrsta teig, en þá væri það 10. holan mín ef ég ætlaði að spila 18 holur. En það verður annarkvort að fara á 10. eða bara fara upp í skála og njóta veitingana. En skálinn er akkurat að opna í dag, 1. maí, verkalýðsdaginn, þvílík hátíð. En ég ætlaði bara að fara stuttlega yfir sviði hérna á teignum þegar maður er að spila golf. Og ég ætla að koma ykkur hérna í gott útsýni, þannig að þið sjáið teiginn. Eins og við fórum yfir í fyrra myndbandi, það eru 4 teigasett, það eru 12, 20, 25 og 28. Við mælum með að allir byrji bara á teigasetti 12. Ef þeir eru að spila fyrsta hringi sinn á ævinni eða í ár, ef maður er aðeins ryðgaður, að það er bara mjög fínt að byrja þar. Og síðan er viðmiðið okkar, ef við náum að spila hring þar sem allar holurnar eru undir 9 höggum, þannig að maður er að slá hverja holu fyrir sig undir 9 höggum og spila holuna undir 10 mínútum hverja holu. Ef ég næ því, þá get ég bara að færa með aftar teiga. En þangað til að ég ná því, þá þarf ég bara að æfa með aðeins að ná færri höggum á hverja holu og líka geta spila hraðar út af því að við getum ekki verið hérna út á golf. Það vill líka ekki vera bara að spila golf ekki allan dag. Þannig að við reynum bara að ná góðum leikhraða, ná smá tökum á að koma kúlunni í holuna og þá getum við að fara okkur aftar. Ég sendaði mig út á Spáni, út í Portúgal, bara búinn að vera í golfi, hérna búinn að spila fullt af hringjum, þó það hafi ekki verið á Íslandi, þannig að ég ætla að fara hérna á teigasett 20. En ég ætla að fara stuttlega yfir síðina á teig. Þannig að ef ég er með golfsett, eins og þetta golfsett mitt, að ég á að skilja eftir bara eins nálægt teignum og ég get, út af ég vil ekkert vera að labba á sig það langt. Eins og maður sér marga sem eru svo spenntir að fara að tía upp, að þau eru að labba og setja setti bara strax niður og labba kannski 20 metra að teignum og slá höggið sitt og þurfa síðan að labba alla 20 metra aftur tilbaka að ná í settið sitt og þurfa síðan aftur að labba 20 metra framhjá teignum til að labba á holunni. Ég reyna að hafa settið bara við hliðina, en það er bannað að fara með settið upp á teiginn. Þannig eins og hér, rétt fyrir utan þar sem að grasið er slegið. Maður sér það yfirleitt á hverjum einasta teig, hvar graslínan er slegin og við sjáum fína grasið, að þar get ég skilið settið mitt eftir. Vil bara hafa það sem næst teignum, þannig að ég þurfi ekki að labba langt. Þannig að það er bara fínn staður. Síðan, þegar kemur að því að tía kúluna upp á teig, þá má ég nota svona tí. Við komumst örugglega öll við svona tí. Ég hef með mörg svona í settinu mínu og var að safna frá mismunandi golfklúbbum og ég er með frá Keili og Golfsambandi Íslands og gamla háskólaliðinu mín í Bandaríkjunum, mjög flott tí. En þó svo að maður sé með mörg tí, á teig er eini staðurinn sem að maður getur notað tíið sitt. Þannig að við ætlum að nýta það vel og tía svakalega vel upp. Þannig að ég vel mér kilvuna mína sem að ég ætla að slá með. Alltaf get ég sé lengdina á skiltinu sem er á hverjum teig. Er ég ekki með kúlu? Nei, já. Það er kannski gott að vera með svoleiðis, fyrst að maður er að fara að spila. Sko. Falleg þessi. Keilismerki, bara beint þarna.
Þannig að það sem ég þarf að passa þegar ég er að tía upp, ég má ekki vera fyrir utan teiginn. Þannig að ég þarf að vera hérna á milli teigmerkjana og það er best bara að vera sem næst línunni sem er í teiknu hérna beint á milli. Þannig að ég sé sem næst hólunni. Ef að ég fer framar, að þá er ég komin á stað sem ég má ekki slá. Og það skiptir svo sem ekkert rosalega miklu máli ef maður er bara að leika sér. Og þá getur verið bara vinur manns myndi segja, hey, þú tía aðeins fyrir framan. Og ég bara læra mistökunum mínum og geri betur á næstu, passa tíu upp á réttum stað. En ef að ég væri í móti og myndi slá þarna fyrir framan teiginn og hérna andstæðingurinn myndi segja, hey, þetta er bannað, þú slóst ekki á réttum stað, að þá þarf ég að endurtaka höggið mitt. Alveg sama hvort að ég sló fullkomið högg á miðja braut, ógeðslega langt eða jafnvel bara beint ofan í holuna, að þá þarf ég samt að endurtaka höggið mitt ef að ég tía upp á vitlausum stað. Þannig að ég þarf að passa mig, vera ekki fyrir framan og ef af einhverjum ástæðum að mig langar til þess að þá get ég tía upp alveg heilum 2 kylfulengdum hérna fyrir aftan og ég má það ennþá. Þannig að ef ég einhvern tímann, ef ég slæ bara of langt fyrir þessa holu að þá get ég farið alveg 2 kylfulengdum aftur og þá get ég slegið hérna. En leið og ég er búinn að færa mig aftar en það, ef ég er komið 2,5 kylfulengd tilbaka, að þá er það alveg eins og að tía upp fyrir framan teiginn. Þannig að, svona ber maður sig nú á teignum. Það sem maður þarf að passa líka er að ef að maður slær torfu, og við förum kannski yfir það í öðru myndbandi, að maður þarf alltaf að laga eftir sig út á gólfvelli. Við þurfum alltaf, sama hvort það er torfa eða í bunker eða boltafar eða rusl, við þurfum alltaf að ganga frá eftir okkur sjálf. Ég held að sé bara ekkert fleira í bili, munið bara fyrir mæti á fyrsta teik að taka í höndin á þeim sem að vera að spila með, kynna ykkur, segja góðan og blessaðan daginn. Ég heiti Birgir Björn Magnússon og mikið verður ótrúlega gaman að spila með. Það gerir daginn alltaf bara mjög skemmtilegan og við munum eignast nýja vini á gólfvöllum. Það er alveg klárt nóg. Annars þakka ég bara fyrir mig og við sjáumst.